Ég heiti Vilhelm Vilhelmsson, ég er doktorsnemi í sagnfræði og fráfarandi formaður Sagnfræðingafélags Íslands. Mín skilgreining og ég tek það sérstaklega fram, þetta er ekki fræðileg skilgreining, þetta er bara mín hugmynd um réttlæti. Það sé eins og summa frelsis og jafnréttis. Ef að segjum að í samfélagi þar sé annars vegar jöfnuður á milli allra íbúa þess og þeir hafi samt líka frelsi til frelsi til þess að móta eigin siðferðishugmyndir og eigin líf, þá megi tala réttlátt samfélag. Hugtakið réttlæti sem slíkt skiptir það hefur ekkert sérstaklega veigamikið hlutverk í sagnfræði, ekki til dæmis í samanburði við lögfræði, guðfræði, heimspeki sem fræðigreinar sem velta þessu hugtaki og merkingu þess miklu meira fyrir sér heldur en sagnfræðingar. Sagnfræðingar nota hins vegar þetta hugtak svolítið mikið svona frekar mikið, og það sem sagnfræðingar skoða þessa hugmynd réttlæti, og það er mikilvægt að það komi fram að réttlæti er fyrst og fremst hugmynd sem fólk hefur. Sagnfræðingar skoða það fyrst og fremst í sögulegu samhengi, hvernig þessi hugmynd hefur breyst eða þróast, hvernig hún er ólík á mismunandi tímabilum eða mismunandi stöðum. Þannig að, sagnfræðingar nálgast þessa hugmynd miklu frekar í einhverju svona sögulegu ljósi heldur en að sé að velta fyrir sér inntaki hugtaksins sjálfs. Mér finnst sagan sýna það að merking hugtaksins réttlæti er breytileg í tímans rás. Það sem að fólk á við þegar það talar réttlæti er alls ekki það sama eftir ólíkum tímum. Þá finnst mér frekar augljóst að réttlæti er ekki mönnum í blóð borið eða eitthvað meðfætt. Heldur að það mótist af ýmsum þáttum í umhverfi, uppeldi, persónuleika, tíðaranda og af atburðum sem eiga sér stað í kringum hann. Þannig að það er alveg augljóst að hugmyndir manna réttlæti eru alltaf að breytast. Þess vegna finnst mér það alls ekki fólk í blóðborið. En hins vegar er spurning hvort að réttlætiskennd, svona óljós samúðartilfinning eða tilfinning fyrir að eitthvað sé óréttlátt eða réttlátt. Ég get alveg trúið því að það sé eitthvað sammannlegt. Stutta svarið er já. Það er bara töluvert ábótavant og þetta er mismunandi eftir hvar þú ert staddur í heiminum. Og þetta er líka mismunandi eftir hvaða merkingu þú leggur í hugtakið, en já, ég held að réttlæti sé mjög ábótavant. Og eins og ég var að segja áðan, þá finnst mér sagan sýna það að hugmyndir manna réttlæti eru síbreytilegar, og þar af leiðandi það sem það er alltaf að breytast svo merking sem fólk leggur í hugtakið réttlæti. Þess vegna finnst mér líka og ég tel að hugmyndin réttlæti hún geti ekki verið föst og óbreytt, því að hún er alltaf háð þessum túlkun. Þetta er hugmynd og þá er hún háð túlkun og hún er háð tengslum við aðrar hugmyndir, hún er háð svo mörgu öðru. Þess vegna held ég að hugmyndin réttlæti geti bara ekki verið eitthvað svona föst eining sem breytist aldrei. Ég held að það sé líka ekkert æskilegt að það sé það. Ég held að það sé miklu mikilvægara að við séum alltaf að tala hvað við megum við þegar við tölum réttlæti.